Rakel á Val IBVF og það var auðvitað hörkuleikur en Thea Imani, hún öll að koma til og maður að sjá gæði núna leik eftir leik frá henni. Já, þetta eiginlega svona einn allra mikilvægasti leikmaður fyrir Val og auðvitað kannski ásamt Hafdísi en því að hún hefur greinilega haft gott, hún að koma aðeins upp á meiðslu, búin að vera meiddin í upphafi tímabils, svo kom hún inn í landsliðsleikina núna daginn og þá sá maður að hún var ekki alveg komin í stand en hún var samt svona vaxandi eiginlega, bara í þeirri viku fannst mér og greinilega hefur skilað sér inn núna til Vals vegna þess að hún var algjörlega frábær og ekki síður varnarlega fyrir Val. Og góð, bara, þú veist, hún náttúrulega bara rosalega öflug skytta og mikilvæg fyrir Val. En ég svona, það sem mér fannst samt, IBVF átti í rosalegum erfiðleikum með að skora fyrstu 17-18 mínúturnar og því inn á þá og þetta einhvern veginn, hún ekki að gera allt sko hún Þía en mikilvægi hennar rosalega mikið sem að mér finnst alveg vera áhyggjuefni fyrir Val af því að henni skipt út af og þarna á þeim tímapunkti IBVF búið að skora 4 eða 5 mörk. Það skora 11 mörk sko síðustu 12 mínúturnar í fyrri hálfleik og á þeim tíma situr Þía. Auðvitað ekki bara það en svona maður finnur samt sko og sér það riðlast svolítið sóknarleikurinn hjá þeim varnarleikurinn líka og og IBVF gerðu þetta bara gríðarlega vel og það var náttúrulega líka kannski bara aðeins kveikt á sér en ég svona að segja, þetta svo rosalega gerðið svipað á móti Fram dag. Já, það gerist nákvæmlega sama. Akkurat, það alveg rétt. Þegar hún fer út af, þá sér maður munin en það svo sem ekkert annað lið með svona örvhenta leikmann í deildinni. Nei, það alveg rétt. Svona góði vörn og sókn, þannig að eðlilegur eru ekki með 2. Nei. Kannski. En þetta áhyggjuefni.